sæl verið og velkomin í þáttinn Fasteignir og heimili. Það verður hátíðlegur þáttur hjá okkur í dag. Við byrjum á því að heimsækja Soffíu Karlsdóttur sem forstöðumaður menningarmála Kópavogsbæjar. Hún á mjög fallegt heimili fyrir upp í Grafavoginum með glæsilegu útsýni og við ætlum að fá að skyggnast inn á heimilið og þær breytingar sem hafa orðið á því frá því hún keypti. Jafnframt ætlum við að heimsækja Hrefnu Sætran og hún ætlar að grilla fyrir okkur í tilefni dagsins. Það verður spennandi að sjá hvað hún ætlar að bjóða okkur upp á. En við byrjum á því að fara hingað til Soffíu Karlsdóttur og líta inn í heimilisstílinn hennar. Kæra þakki fyrir að bjóða okkur hingað heim til þín, Soffía. Ég bara verið hjartalega velkomin og bara mjög gaman að fá okkur hingað. Takk fyrir það. Hérna skín bara sólin og hérna blasir við þetta fallega heimili og yndislega útsýni. Já, þetta náttúrulega algjör draumur og maður þarf engin landslagsmálverk á þessu heimili, sko. Nei, þú ert bara með lifandi. Útsýnið er hérna bara fyrir framan okkur, sko. Já, akkurat. En það er ekkert svo langt síðan þið hjónin fjárfestu í þessu húsi. Og ég veit að þið hafið svona ykkar ákveðin stíl og gerðu ákveðna breytingar. Getur aðeins svona lýst mér svona, hvað ég segja, til ykkar drauma heimilisstíl? Já, ég hef aldrei einhvern veginn hugsað út í það að ég hefði einhvern ákveðin heimilisstíl en kannski bara mótast það eftir manni sjálfum svolítið. Já. Og en þegar við keyptum hérna árið, ég held að, 2016, þá sáum við bara, komum inn í þetta fallega hús sem var að vísu allt öðruvísi heldur en það í dag. Já. Og við sáum samt að það var eitthvað svakalega sérstakt við það og vorum mjög æst í að ganga frá kaupum og það tókst sem betur fer að ganga frá því öllu en sko leið þá töluðu við ágæta vin okkar sem eru arkitektar, Kristján Eggertsson og Teresa Himmer. Og fengum þau til að koma áður við sögðum já til að hjálpa okkur svona að meta hvort við værum að gera rétt og hvernig þeim litist á þetta. Og þeim leist mjög vel á þetta og þau komu síðan í kjölfari með bara hugmyndir hvernig við gætum breytt því. Og ég man eftir því þau voru búin að vera svolítið að vinna þetta og svo hittum við þau og það voru svona við erum með 3 tillögur. Og þau sýndu okkur fyrstu, og það var svona frekar modest svona og svo kom næsta og svona aðeins grófari, svo kom svo þriðja og þá sagði þau bara þetta er villtasta hugmyndin, sagði þau. Og það var alveg svona, ok, hvað verður það? En hún var náttúrulega svo flott og hún var einmitt eins og þetta sko. Já, þetta er rosa flott. Já, þannig að þau bara rifið þarna út veggi og bara gjörbreyttu öllu rýminu, sko. Þetta er glæsilegt þegar maður kemur hingað inn í þetta opna rými. Þegar maður kemur inn í stofu, borðstofu og eldhús. Þetta hefur lukkast rosalega vel. Já, þetta var einmitt svolítið, við vorum lengi, áttum sko margar vikur eiginlega að hugsa, eigum við að þora að rífa vegginn og hafa eldhússtofu og borðstofu saman? Eigum við að hafa einhvern sér vegg sem skilur að þá eldhúsið ef við ætlum aðeins að opna það? Og við fluttum hérna inn, byrjuðum á að breyta svona hluta af íbúðinni en ákváðum að byrja að hafa eldhúsið eins og það var bara til að átta okkur á því hvort að þetta væri eitthvað sem við fíluðum mjög vel. En svo komist það bara, nei, við viljum breyta og það var aðalega það að þegar maður sat í eldhúsinu þá sá maður ekki alltaf, naut maður ekki þessa útsýnis. Nei, þá útsýnið, það var bara veggur fyrir útsýnið. Það var bara veggur og það sagði bara, nei, þetta er ekki hægt. Og líka þegar við vorum að teikna og þá gerðum þessa eyju, þá var svona mikið spursmál hvar á að sitja við eyjuna. Og ég fekk dálítið mikið að frekjast þar, sko, að því ég sagði, sko, ég vil, þetta er aðalmálið, það er að sitja við endan á eyjunni og horfa hérna út. Og þetta er náttúrulega bara vinsælasti staðurinn, hér er bara, þú veist, borðið við alla máltíðir, morgunmat og kvöldmat, nema þegar við erum fleiri með gesti eitthvað. Og síðan hérna bara er ég mjög gjarnan að vinna hérna. Já, en það má segja eyjan, en þar slær hjarta heimilisins. Algjörlega, og þegar maður er með matabóð, þá er allir í kringum eyjun og allir að hjálpast að og svona. Og það truflar ekkert með, þó það sé eitthvað smá drasl á borði, þú veist, það bara skiptir engu máli. Það tilheyrir. Það bara tilheyrir. Það er yndislegt að hafa svona góða eyju í eldhúsinu. Það sem allir geta komið saman, eins og þú segir, hjálpast að og það er bara nóg rými fyrir alla. Algjörlega, sko. Það er bara mjög næs, sko. Svo finnst mér líka að ég tók eftir hillunum hjá okkur, sem eru hérna akkurat í, ég skulle segja, miðrýminu. Það eru mjög þetta er skemmtileg hönnun. Hvernig maður sér sko bækurnar hvar sem maður er staddur við hilluna. Einmitt, en ég held að það sé einmitt sko af því að við vorum þessa
vini okkar sem þekkja okkur vel og vita svona fyrir hvaða gildi við höfum í lífinu. Það kannski hönnuði svolítið í kringum það og kannski endurspeglar það svolítið svona kannski okkar stíl og þá náttúrulega við eigum ógrynni mikið af bókum, eða sérstaklega Gunnar maður minn, hann hefur heimspekingur og bara stúdera mjög mikið, bæði heimspeki og myndlist og annað, þannig að hann hefur alltaf safnað mikið af bókum. Maður sér það svolítið það er mjög, í hverju horni eru bækur. Þannig að þau náttúrulega lesa í þetta svolítið og sjá að þetta er þörf á þessu, en leið afmarkaðu rýmið. Þannig að búa til svona hálfgerðan svefnherbergis ganga, eiginlega má segja það, til að afmarka svefnherbergið frá þá hinu rýminu. Já, ég skil þig. Og og þessi sko hönnun á hillunum, sko þetta, ef maður skoðar þessa dítela þá sko þær gætu verið miklu einfaldara, þær gætu bara verið kassaform, en þau gera svona hillur og búa til kassa inn í hillurnar. Ef þú skoðar þetta nánar þá sér maður það, þannig að þetta er sko svakalega mikil hönnun í þessu. Já, það er mikið í þetta lagt og það er mikið sem er hugsað fyrir þegar lagt á staði þetta verkefni. Algjörlega sko. Þannig að þetta var bara ofsalega metnaðarfullt hjá þeim og við erum bara endalaust þakklátt fyrir þetta er svo fallegt og bara mikil snilld. Og svo gerðu þið líka þessa hillu hérna háu sem nær upp í loft, við súlun. Og nýtist ofsalega vel líka sko. Þannig að þetta er bara mikið heimilisprýði og maður sér þið eru listfengin og heimilið það ber þess merki. Já, við erum náttúrulega bæði. Ég forstöðumaður menningarmála í Kópavogi og hef bara starfað í menningu og listum frá því ég bara var í menntaskóla. Þetta er bara, það er mitt líf og er menntaður menningarstjórnandi, þannig að og líka söng og svona tónlist. Krakkarnir okkar náttúrulega öll verið mikið í tónlist og eru píanóleikarar og tónskáld og annað og þannig að það hefur svolítið einkennt okkar heimilislíf, allt menning og listir. Og það er líka ekki rosalega gott hljóð inni þegar það verið að spila á píanó og annað, þá ertu með þessi lofthæðin er svo skemmtileg. Jú, það er frábæra akústík. Hljómburðurinn bara verið góður. Alveg yndislegt sko. Alveg frábært. Þetta er rosa vel hérna. Svo líka, það er líka skemmtilega, ég tók líka eftir litarsamsetningunni í eldhúsinni. Þarna er það með þennan grænbláa lit og mótið þessu hvíta. Það er mjög skemmtilegt. Mjög, þetta var líka einmitt eina ákvörðun sem vorum alveg bara nagandi okkur í handarbökin, bara eigum við að þora að fara í þennan lit. En svo, og það var eitt af þessu sko litapalettan, eins og þessi grái litur og í hillunni hérna og græni liturinn og svo er svona grá hilla líka í eldhúseyjunni sko sem gerir svona díteila og við vorum lengi að velta fyrir okkur litum og það er mjög erfitt að finna liti. En við vorum með, það eru Montana húsgögn frá Epal sem hafa ákveðin, þau eru náttúrulega búin að þróa það litakerfi í fleiri áratugi. Þannig að við notuðum svolítið það, sem þetta eru litir sem búið að þróa og þeir eru mjög fallegir, þessi litir í húsgögnunar. Þannig að við eiginlega bara fórum svolítið eftir þeim, völdum bara þá litir sem okkur hentaði þar, fengum litanúmerinn og við bara létum sprauta húsgögnun eftir þeim. Skemmtileg hugmynd. Já, einmitt, ég hugsaði bara þetta er eitthvað búið sem er búið að þróa og þetta er ofboðslega fallegi hlutir þarna og fallegir þessar hillur. Þannig að ég veist að þetta og ef að fleiri vilja nota þessa hugmynd þá mæli ég með henni. Þetta var alveg steinlág. Þetta er mjög áhugavert. Mér hefði ekki dottið þetta í huga. Nei, nákvæmlega. Við vorum svo lengi að velja litin og svo sér maður eitt lit en þá kemur hann kannski allt öðruvísi út þannig að maður svona þarna sá maður alveg, hann er svona, kemur svona fallega út á þessum hillum, þannig að þetta notuðu við. Mjög skemmtilega. Þetta hefur lukkast rosalega vel og þetta hefur heilmikið framkvæmt. Hvað, tók þetta ekki langan tíma að fara út í þessar framkvæmdir? Já, við höfum kannski verið svona, ég veit, maður er svo fljótur að gleyma þessu leiðin. Það er svo gaman þegar maður er komin og allt er tilbúið. Maður alltaf var alveg að vera að klikka um tíma, sko, hérna með eldhúsi fram í þvottahúsi og eitthvað svona. En ég veit, veistu því, ég bara man það ekki. Ég held að þetta hafi verið kannski svona hálft ár eða eitthvað svoleiðis. Við vorum rosalega heppin með iðnaðarmenn og allt gekk þetta bara ofsalega vel. Gunnar gerði mjög mikið líka hérna og þannig að það var bara, þetta gekk rosalega vel. Smolli mjög vel saman. Æðislegt. Algjörlega. En svo verði nú að minnast líka á pallinn ykkar. Já, alveg himneskur og mér finnst, ég tók eftir að þið eru með þennan glerskjólvegg. Já,
Var hann eða? Nei, hann var nefnilega ekki. Það var bara svona viðarveggur og það var bara fyrsta sem sló mann þegar maður kom hérna, sko, þetta verður nú að fara. Því ef maður út á palli þá vill maður nú njóta þessa dásamlega útsýnis. Já, þetta stórkostlegt. Þau horfum bara á Esjuna, skiptum liti bara. Esjuna og bara Viðey og allan fjallarhringinn og þannig þetta er alveg dásamlegt, þannig við bara, við réðumst í þetta verk bara síðasta haust og tókum svolítið langa tíma að setja hann upp svona, en hann kom upp að lokum og við erum alveg í 7. himni og náttúrulega bæði betra skjól af honum og hérna að því hitt var svona þessi típisku viðarveggir, svona skjólveggir. Þannig að það næðir alltaf aðeins þá, en þetta er algjörlega. Það smýgur aðeins á milli, því oft er þetta svona renningar, en þannig er þið bara með alveg lokaður. Já, og maður finnur strax fyrir því. Af því það er náttúrulega, við erum hérna upp á Hamri og þá náttúrulega, það næðir auðvitað svolítið, svo í norðanáttinni, þá kemur auðvitað alltaf svolítið næðingur. En hérna, núna með að loka þessu þá er bara miklu betra að vera á pallinu. Já, það er bara búin að mynda skjól. Áttu hönnuð þetta sjálf? Já, við gerum það bara. Við vorum með mann sem fengum hérna og þetta var það voru þessar súlur það sem að glerið er á milli. Þannig að við bara, svona, þetta var ekkert mjög mikil hönnun í þessu, þegar við settum bara gler á milli, það sem hafði verið þessi viðaveggur. Það er bara ótrúlega hvað svona einfaldir hlutir geta breytt miklu. Algjörlega. Það þarf ekki endilega að vera flókið. Nei, algjörlega. Þetta var bara, þetta var bara steinlá, sko. Algjörlega. Og svo þið náttúrulega með heitan pott á pallinum. Jú, það er dásamlegt. Þannig að þið bara getið notað rýmið í 24 sólarhring, 24 tími sólarhring, þess að segja. Algjörlega, og við bara erum hættan en að fara í sumarbústað eða eitthvað út á land, þú veist, það er bara, hér er maður bara í algjöru þögn, við heyrum ekki bílaumferð, mestalega þyrlur eða flugvélar, en þannig að maður bara, þetta er svo mikil sveit og einangurinn samt náttúrulega bara í miðjum bænum, þannig að þetta er bara, gæti ekkert verið betra. Nei, þetta er frábært. Ég ætla að vera bara óskaplega innlega til hamingju með þetta fallega hús og það er virkilega gaman að fá að koma hingað og sjá aðeins eins og breytingarna fyrir og eftir og hérna bara frábært. Takk hérlega fyrir komuna. Netgyro mánuður er ný þjónusta sem gerir þér kleift að versla með símanum í næstu verslun eða á netinu og safna öllum kaupunum á einn mánaðarreikning. Þú borgar svo reikningin mánaðamótin eða skiptir greiðslunni, alveg eins og þér hentar. Þú stjórnar þig hvað þú kaupir, við hjálpum þér með hvernig. Netgyro. Í verslun okkar á Tunguhálsi 10 farðu góð ráð auk úrval smurefna og öryggisvara. Svo er alltaf opið á kemi.is. Kemi, svo allt gangi smurt. Kemi.is. Enox QLED snjallsjónvarp með Samsung myndpanel á helmingi lægra verði en gengur og gerist. Sláðu til núna og fáðu annað sjónvarp í kaupæti. Hópkaup, betra verð í krafti fjöldans. Vegamál tekur að sér allar götumerkingar og sérhannarmerkingar fyrir sveitafélög, fyrirtæki og húsfélög. Vegamál vísar veginn. Alltaf logn á svölunum, Solarlux hágæða svalalokanir, ál- og glerhandrið, lokun stigaganga, glerskilveggir og fleira. Skilin, Dugguvogi 10. Nostra er alhliða ræstingafyrirtæki sem tekur að sér hverskins ræstingar, sinnir sérverkefnum fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Nostra.is, hrein og vistvæn. Nýjung á Íslandi, Titanium Golf sem fegrar rýmið. Epoxyverk.is. Eignasala.is kynnir nýbyggingu á Dalsbraut 4. Það kostar ekkert að koma og skoða. Eignasala.is. Kynntu þér hvað gólfhiti getur gert fyrir heimilið þitt. Gólfhitalausnir. Gakktu í bæinn. Fasteignasalan Bær opnar fyrir þér dyrnar að fasteignamarkaðnum. Fasteignasalan Bær, Kópavogi og Selfossi. Fyrstu 9 íbúðirnar á Hlíðarenda reit. Opið hús sunnudag klukkan 13:30 til 15. Hlíðin.is. Sælverði og velkomin aftur í þáttinn. Nú ætlum við að kíkja til hennar Hrefnirósu Sætran og sjá hvað hún er að bardúsa á grillinu. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur heim í sumargrill hérna. Bara gaman að fá okkur. Þetta er mjög spennandi. Segðu mér aðeins, hvað ætlar að bjóða okkur upp á þetta? Mér langaði að gera svona smárétti.
Þú veist, það svo oft sem maður að grilla eitthvað svona rísa steik eða fisk eða eitthvað svona og borða kvöldmatt. Já. En maður getur náttúrulega líka bara að grilla yfir daginn þegar það er svona gott veður og svoleiðis. Já. Og bara smárétti með kannski vínglasi eða haft þetta svona meira afslappað. Þannig að mér langaði að gera nokkra þannig rétti. Svona rétti eitthvað smá hugmyndir. Og þetta er bara einfalt af því að líka maður vill ekki hanga of mikið inn í eldhúsinu eða gott veður og svoleiðis. Þannig að það er gott að gera bara eitthvað sem krefst ekki mikils undirbúnings. Já, en þetta er ekta þannig að þegar það er svona gott veður og mann langar að njóta sólarinnar, jafnvel með gesti, þá er þarna einfeldleikin í fyrirrúmi. Algjörlega. Og ég ætlaði bara að hafa, þetta eru kjúklingalindir. Já. Og það er ótrúlega góð svona sósa sem er svona reykt sósa sem er olía, grillolía svona, sem ég seti yfir og sesamolíu. Svo ætla ég bara að grilla kjúklingalindirnar og setja sesamfræ yfir. Og svo eru rækjur, svona risarækjur sem er alltaf, mér finnst það bara æðislegt. Það eru rosa góðar. Já. Og svo er chili og hvítlaukur og olía á þeim. Já. Svo ætla ég að gera ávexti, grilla ávexti. Spennandi. Og sem er rosa gott að bara svona geitaost og hunang með. Já. Og grilla svona brauð líka. Hljóma vel, ég hef ekki smakkað það. Og þú ert með þarna framandi ávexti sig. Já, þetta eru plómur og ferskjur og fíkjur. Fíkjur? Já. Og fíkjur og geitaostu, það er eitthvað sem passa líka rosa vel saman. Algjörlega. Þetta er alveg, þessir ávextir passa mjög vel með hunanginu og þessi. Og svo er hérna zucchini. Zucchini? Já. Það er hérna grænmeti sem lítur út eins og gúrka. Já. Og ég er bara búin að sneiða það svona þunnt. Svo er ég með halloumiost og parmaskinku inni. Og þetta grilla ég bara svona og osturinn svona linast upp inni. Þetta er alveg, bara þetta kitlar bragðlaukana. Það er alveg. Og þú ætlar að setja þetta á grillið. Já. Og ég vil ekki bara vinda okkur í þetta. Endilega. Þú ert hérna með þetta kólagrill. Já. Hérna, þú tók ég eftir einhvers konar timbur eða spýtur spænir í. Já, ég nota alltaf svona viðarkol á þetta grill. Viðarkol. Passar mismunandi hvaða grill þú ert með. Já. Hvernig kol þú bara fílar líka. Já. En þessi svona hitna mjög mikið og eru lengi að brenna. En svo líka í þessu grilli þá getur þú stillt hitan. Já. En þetta er svolítið svona öðruvísi grill. Já. Það líka getur reykt í þessu og bakað og þú getur gert bara alveg alls konar. Mögulegt, þannig að þetta er mjög fjölhæft grill. Mjög svo. Og þetta er svona, það eru margar grindur sem fylgja mismunandi. Já. En núna er ég með svona bara venjulegt setup fyrir þetta. Og það líka kemur ekki annað bragð þegar maður er með svona viðarkol. Algjörlega. Já. Og svo getur maður líka bætt út í mismunandi við til að fá mismunandi bragð. Skemmtilega. Já, og hérna bakvið sem ég nota stundum svona mismunandi tegundra við sem maður bætir bara svona smá út í til að fá svona mismunandi bragð. Já, mjög skemmtilegt. Það er mjög þægilegt að vera með svona kjúklingar undir. Já. Af því að það er ekki bein. Maður er lang svona snegstur að elda lundina. Já. Undir þar. Já. Það tekur ekkert langan tíma. Það er svona 2-3 mínútur á hverju hlið. Sér náttúrulega að kjúklingurinn byrjar að vera svona hvítur. Já. Mjög heitt hjá með grillið. Alltaf þetta sama vandamál hjá öllum. Festast við teinana smá. Já. Sem þegar hann er steiktur, losnar hann það frá teinunum eða getur þetta bara verið vandamál? Þetta fer oftast eftir hversu blautt hráefnið er. Já. Þú veist, ef það er ekki nógu þurrt, eins og núna hefur hann kannski ekki verið alveg nógu þurr kjúklingurinn, áður en maður marinir hann, skilju. Já. Þá er bara svona vökvi í því, í hráefninu. Já. En það er ágætt líka að bara grilla þetta lengi. Já. Eða lengur til að hann losni. Já. En það er alltaf samt, þú veist, þetta festist alltaf eiginlega. Já, kjúklingurinn er bara þannig. Já. Já. Maður þyrfti eiginlega að þerra hann bara yfir nótt eða eitthvað. Já. Til að ná að halda hann. Já. Allavega svona þessum bitum, sem er ekki með skinni og... Já, akkurat, sem eru bara skinnlausir. Já. Já. Ég finn líka, þú veist, ég finn mikinn mun á kólagrilli versus gasgrill. Þú veist, þetta er, það er ákveðin svona bæði lyktin og bragðið. Alveg. Bragðið er náttúrulega allt annað. Já. Það eru mikil þægindi í gasgrillinu, geta bara kveikt á því og þannig. Það er svona öðru vísi. Já. En mér finnst líka svolítið mikið stemming bara í kringum það að kveikja í kólunum. Já. Takk. Já. Þá er það bara sama með rækjurnar. Já. Það er svona einfalt. Bara grilla þær. Og þær eru í olíu. Svo notaði ég svona maukað chili. Maukað chili? Já. Sem að mér finnst svolítið þægilt að eiga, af því það er bara í krukku. Já. Og það er alveg frekar sterkt. Ég er hrifin af sterku. Ertu hrifin af sterku? Já, mjög. Já, gott. Sterkt bragð af mat, það er bara það sem heillar mig mest. Og svona smáréttir. Já, já.
gaman að borða mikið eða margar svona mörg brauð. Já, og þið finnst þið bara gott að gera þetta svona, ekkert endilega vera að setja þær á pinna. Sko, maður getur sett þær á pinna, Já. En eins og ég veit ekki hvort þú tókst eftir, en ég var með svona ég nota stálpinna. Já. Þú veist. Já, frekar heldur en að vera með svona spýtur. Þannig að ég nota bara aftur. Já. Spýturnar brenna bara, það bara þannig. Já, ég segi það, dettur bara oft af þeim, það ekki, þú veist, já. Og sama hvað þú setur mikið vatn, leggur þær mikið í vatn, skilurðu, svo oft ráðalagt. Já. Þá bara hverfur endinn og þetta er bara, mér finnst þetta bara oftast vera vesen. Já. Þannig að ég keypti mér svona fjölnota. Já. Og nota bara aftur og aftur, búin að eiga þetta í mörg ár. Það er æðislegt. Þetta er góð nýting. Já, einmitt. Þetta við eigum að nýta hlutina vel. Já, algjörlega, sammála því. Já. Og þetta tekur örstkoman tíma að grilla rækjur. En ég get náttúrulega grilla fleira, bara grilla þetta zucchini í leiðinni. Já. Þá það bara að pensla það með olíu. Já. Þessi smárétti sem með, þetta tekur tildulega stuttan tíma að undirbúa þetta, eða ekki? Jú, algjörlega. Þetta er bara, ég hugsaði þetta þannig að þetta væri, þegar ég var að gera þetta, þá bara, þú veist, finnst mér oft sem að maður er eitthvað, grill á bara að vera, þú veist, mikill tími frekar við grillið. Ekki mikill tími eitthvað inn í eldhúsinu, skilja. Mér finnst að maður eigi frekar að vera bara úti á grilla, eða meiri tími í það. Og hafa þetta bara frekar einfalt og... Ekki og standur í eldhúsinu í fleiri tíma og til þess að undirbúa matinn sem þú ætlar að fara að grilla. Nákvæmlega, frekar að njóta þess að vera úti. Já. En við grillum reyndar allt árið á mínu heimili. Já. Við erum alveg þar. Við erum ekki að dusta rykið af grillinu fyrir sumrið. Nei. Já, það eru virkilega fallegar á litin. Chilið, það gerir svona og þetta er svona grilllegt. Já. Hafa það svona rauðar. Já. Alltaf gott að fara sér svona rækjur. Það eru algjört selgæti. Zucchini þarf líka tildulega stuttum tíma, eða ekki? Jú, það er hérna sem að sér að það er alveg að... Já, það kemur... Byrja að grillast fallega. Já. Mjög. Ég elska líka bara svona einfaldan mat á grilli, eins og bara grilla fullt af grænmeti og gera svona grilla grænmetissalat. Þú veist, eins og sneiða svona eggaldin og zucchini þunnt. Það er líka alveg, það er æði. Það er æði. Já. Það er ekki alltaf að vera einhver risasteika mitt. Einmitt og það er einmitt máli, þú veist, þegar maður er að grilla, maður sé ekki alltaf að grilla steikur. Já. Því svo þegar að koma svona margir góði dagar, eins og við erum búin að upplifa núna, þú veist, að maður verður að grilla steik okkur með einasta degi. Já, maður fer frekar út að borða steik, sko. Já, sammála, þú veist, þetta er miklu skemmtilegra. Þetta er alveg æði. Svo er gott að setja líka bara ólífuolíu yfir þetta í lokin. Já. Og jafnvel að krydda með smá salti. Þó svo að skinkan hún er náttúrulega sölt. Já. Þannig að þá er kannski ekkert nauðsynlegt, en allt til að setja aðeins yfir. Aðeins yfir, já. Svo er þetta rosa einfalt. Þessir ávextir. Já. Maður bara penslar olíu. Og ég er rosa mikið líka þar. Já. Það eru margir sem að marinera alveg opbáslega mikið og lengi. Já. En ég er alveg dálítið hrifin af því persónulega að nota bara salt og pipar. Nota bara salt og pipar. Já. Það er þetta einfalt og leyfa bara hráefni að njóta sig. Já, ég hef alltaf alveg verið þar. Já. Með kjöt og fisk og svona. Já. Bara að þú ert með góðan fisk, gott kjöt, gott grænmeti. Já. Nota bara olíu og salt og pipar. Já. Fólk verður mjög hissa, búið að vera í gegnum árin. Þegar ég segi, já, ég nota bara salt og pipar og ég nota alltaf Himalaya-salt. Mér finnst það alveg svona uppáhalds. Já, það er svona svo mildt og gott, sko. Já. En ég er ekki að nota kannski svona borðsalt. Nei. Nota svona hágæða salt á hráefnið. En þetta finnst mér ótrúlega spennandi, að grilla ávextina og svona framandi ávexti. Já. Svo grillar brauð aðeins líka. Maður getur auðvitað sett svona olíu og hvítlauksolíu eða salt og pipar en auðvitað hvítlauku eða það á brauðið. Já. En að því að við erum með svo spennandi brauð í gangi, þá langaði mig bara að hafa þetta einfalt. Það er nefnilega ef maður er með þetta svona án þess að nota olíun og það verður oft svona brauðið dregur svo olíun í sig, sko. Já. Þá verður það svona... Hún nýtur þess að bara betur að borða brauðið svona, af því að það er mörg brauð. Já. Og það er búið að setja olíu og hitt og annars líkt. Akkurat. Þá bara verður þetta svona... Þetta er meira svona, við erum að nota þetta meira sem áhald til að borða kannski, eða skilur þau? Já, setja með, já. En maður getur náttúrulega grillað bara alla ávexti.
Já. Bara borið fram með ís og... Þetta lítur stórglæsilega út. Takk fyrir það. Það var bara eftir að setja hunang. Já. Hérna ertu búin að setja geitaost. Já, ég braut geitaost yfir. Já. Þetta er svona hunangs líka geitaostur sem ég fekk út í búð. Já. Og svo valhnetur. Og þetta er náttúrulega bara æðislegt með svona grilluðu brauði. Maður fær alveg vatn í munninn bara. Þetta er svona aðarleikunan á platan. Já. Þessi réttur. Æðislegt. Heyrðu, bara gjörðu þið svo vel. Takk fyrir. Það er mjög spennandi að smakka. Fleira er ekki þættinum að sinni, en við sjáumst að viku liðinni. Verið sæl.